velkomin. Já, velkomin. Ágætu valdagestir á þennan leik í Ólísdeild kvenna milli Fjölnis og Aftureldingar. Og við ætlum að byrja á að kynna lið gestanna nr. 1, Ingu Marton. Nr. 12, Kolbrún Ósk Svansdóttir. Nr. 2, Ingibjörg B. Jóhannesdóttir. Nr. 4, Þóra María Sigurðardóttir. Nr. 7, Rakel Dóra Sigurðardóttir. Nr. 8, Vigdís Brandsdóttir. Nr. 9, Hekla Ingvild Daðadóttir. Nr. 10, Dagný Huld Bragadóttir. Nr. 11, Sara Lind Stefansdóttir. Nr. 15, Íris Sigurðardóttir. Nr. 21, Magna Rós Svansdóttir. Nr. 22, Erna Björk Tómasdóttir. Nr. 23, Ásta Margrét Jónsdóttir og nr. 28, Thelma Rut Frímannsdóttir. Starfsmenn Aftureldingar eru Davíð Líðdal Svansson, Gunnar Ingi Björnsson og Kristín G. Reynisdóttir klöppnum fyrir Aftureldingu. Og þá er það lið heimamanna nr. 1, Guðrún Gía Aradóttir. Nr. 12, Karen Birna Aradóttir. Nr. 4, Fanney Öst Finnsdóttir. Nr. 13, Karen Þorsteinsdóttir. Nr. 14, Díana Kristín Sigmarsdóttir. Nr. 15, Andrea Björk Harðardóttir. Nr. 18, Guðrún Jenný Sigurðardóttir. Nr. 19, Tinna Laxdal Gaugadóttir. Nr. 21, Ólöf Ásta Arnórsdóttir. Nr. 22, Dilja Baldursdóttir. Nr. 23, Díana Ágústsdóttir. Nr. 25, Þórhildur Vala Kjartansdóttir. Nr. 28, Berglind Benediktsdóttir. Og nr. 30, Ylva Dögg Ástórsdóttir. Starfsmenn Fjölnis eru Andrés Gunnlaugsson, Jón Brynjar Björnsson og Ástgeir Sigmarsson. Við ætlum að biðja ykkur að klappa fyrir Fjölnismönnum og starfsmenn leiksins. Dómararnir eru Sigurgeir M. Sigurgeirsson og Ægir Sigurgeirsson. Ég segi áfram Fjölnir og góða skemmtun. Fagmannen í málið. Ekki mikil fagmaður, sjáum til. Ég er eftir það fyrst. Ég er alltaf klart. Já. Á ég að heyra, já. Eru on eða? Íta á neyminn bara. Þarf að gera eitthvað, er þetta ekki klárt hérna eða? Jú. Já, það eru bara on. Já, góðan daginn. Já, við bjóðum ykkur hjartalega velkomni hér í þessa beinu útsendingu á Fjölnir TV. Og leikurinn er hafinn hér, það er Fjölnir Afturelding í Ólísdeild kvenna. Já, Bergur Heiðar Snorrason. Bergur og Ingvar Örn Ákason hér. Sjálfsögðu, þið vitið það. Og Hjalti á kamerunni og Smári á tækniborðinu. Þú verður náttúrulega að vera aðeins málglaðar en ég, Bergur, því ég er bæði með hérna kynnin og að lýsa hér með þér. Já, ég held að sleppa alveg, ég segi bara þegar það er skora. Já, við reynum að rúlla yfir þetta. Já.
Og hérna, ég reyna að vera með athyglisgáfur af því að tilkynna mörkin hérna. Berglindin er þetta númer 3, hún er samkvæmt skýrslu númer 28. Þetta er eitthvað smá mistök hjá skýrsluhöfundum. Já, þetta er svo kallar skandall. En höndur er komin upp hér hjá Ægi og Siggeir inn í fyrsta sókn og Ólöf verður bara að skjóta markið og það er gripið. Númer 1, Engu Marton. Já, þetta var flott, vel varðið þarna, þetta var góð vörn. Já, ég ætla að hafa alltaf bara kveikt á mínu mikrofón hérna þó ég fari yfir hinn mikrofónin, þannig að sé ekki að koma inn einhver hljóð. Herru, það er hérna 0-0 og... Jú, þetta var þarna. Og hinn er minn númer 1, Guðrún Gía Aradóttir. Já, þetta var vel varðið, markmenn er að eiga hérna fyrstu sóknirnar. Vörnir þetta líka á afturhendingu, tók alveg... Já, Hávörnum, en báði markmenn konum með bolta, Engu Marton og Guðrún Gía Aradóttir sem oftast er bara köllu Gía, þannig að við kannski segjum Gía Aradóttir bara. Já. En ég segi samt Guðrún Gía kannski samkvæmt skýrslu þegar ég les upp hérna í Dalhúsum. Við hvetjum fólk til að kíkja inn í Dalhús. Endilega. Það er aldrei of margir í Dalhúsum en endilega hlustu á okkur og horfa á okkur á meðan. Já, þarna fekk Díana ekkert fyrir sinnsnúð. Já, þarna, stall boltanum þarna. Nú vantar bara einhverja með. Og hvað gerist? Berglind sem er númer 3 en ekki 28 og það er fært til bókar hér, Andrea Harðar. Brótu á henni. Já. Bræðurnir sem ég held einu sem alltaf að vera feðgar eru með þetta, Ægir og Siggeir, það er bara þannig. Engin í bútríundu núna sem er verra. Já. Það er bara svoleiðis. En þetta fer rólega af stað, 0-0 eftir 2:20. Já, þarna brýtur Ingibjörg Jóhannesdóttir. Það er tekið hart á því. Já, það er hægt að greinilega selja sig dýrt hérna, þetta er náttúrulega hörkuleikur og þetta eru lið sem hafa verið tiltölulega áþekk í deildinni og við unnum slaginn í Mosó þegar það var sjónvarpsleikur hérna fyrir áramót. Já, ég man eftir því. Já, hörkuleikur sem vannst bara í lokin, þannig að þetta verður örugglega jafnt hérna, já, allt til loka, við vonum það, engin spurning. Taka þetta rétt. Taka rétt, Hekla mín, þetta er hún Hekla Daðadóttir, ég held að hún hafi ekkert verið í Ástarfleginu eða eitthvað svoleiðis. Mér minni það. Já, hérna ekki Ástarflegi, eða íslenski bachelorinn eða eitthvað, hvað þetta heita? Það getur að verða... Þetta var svo langt sem að skjá einum. Já, eitthvað svoleiðis. Mjög langt sem. Já, það er lítið krakkar að hlaupa þarna fyrir boltan. Alltaf Það er gaman. nú ágætlega mættinni, ég held að það er fámennt í kvöldið með svo óþægilegu tími, 18:30, það er kannski bara það óþægilegt fyrir mig persónulega. En... Hefði verið óþægilega þetta hefði verið svona 2 tímum fyrr, þá var nefnilega... Já, hvað var það að annar gerast? leikur í gangi. Já. Haukar. Númer 1 með sitt annað varðarskot, Guðrún Gía Aradóttir. Það voru Haukar voru að spila á hann á móti. Já. Hvernig fór það? Það var Haukarunni. Já, hérna stoppaði tíminn. Það er brottvísjón bara. Það er ekki. Já, á 4 mínútu. Já, 4 mínútu. Já, þeir hamra ekki upp gulu spjaldi inn í byrjun, það er bara beint í brottvísjón. Já, það er nóg gróft. Já, ég er alveg samanlegaður. En stundum vilja menn taka gulu spjaldin alla leið, en ég er alveg samanlegaður. 2 mínúta brottvísjón og brot er 2 mínúta brottvísjón. Það er bara þannig. Einmitt. Ég var mikið að lendi á turneringu í morgun að dómarinn sagði ítrekka, þetta eru 2 mínútur, þú gaf aldrei 2 mínútur, sagði bara þetta er 2 mínútur. Og dæmdi aldrei. 2 mínútur í leik. Já, það sagði hann, þannig ég hugsaði það bara. Og já, flott þetta, 1-0. Og fyrsta markið númer 15, Andrea Og nú kemur gula spjaldið. Björg Harðardóttir. já, þetta var vel gert þarna hjá Andreu. Einmitt, mark og guldspjald. Já, engin spurning, þetta er bara hrikalega góð byrjunin á leiknum núna. Komin yfir við Fjölnismenn. Eftir 4 mínútur 1-0. Og já, þá tekur stúkan við sér. Já, ég hef góða tilfinningu fyrir þessu leikbergur. Já, nú vaknar höllin. Já, nú vaknar hérna. Flott vörnarni á Tótu. Já, þetta er gott að fatta þetta að sjá þetta. Já. Nú, við erum ekki alveg full skiparinn í dag. Já, Sara Döggar upp í stúku eftir meiðsli á hönd. Já. Og með brákað bátsbein, segir sagan. Nú, Og ég veit ekki, pappinn er á kamerunni, ég held að hann geti kannski staðfest að þetta hafi verið brákað bátsbein, þannig að vildi Sara meina það. Hvað er bátsbein? En það er hann í úlinum, Doktor. einhver vakstaðalína og eitthvað. Hún var í gifsi í 2 vikur og hún er búin að losna við það og hefur aðeins verið að æfa og vonandi bara klári næstu viku. Já, vel gert hann á Diljá. Þetta byrja vel varnarlega hjá okkur, við erum að láta finna fyrir okkur og... Já, Berglind. Það er víti. Neina, mark. Og hún er nú með, 28. Og guldspjald. Og það var leikmaður númer 28 með fyrsta mark Mósveldinga, Thelma Rut Frímannsdóttir. Já, það er 1-1. Það er ekki lengi að gerast. Þú jinxaði þetta? Já, ég er góður að jinxa hlutina og lélögu tippar líka. Eins og ég minnist reglulega á hér. Það er alveg... Og Berglind beint, já. Alveg dauðafrí. Og með sitt fyrsta mark númer 3, Berglind Benediktsdóttir.
Staðan orðin 2-1. Já, og við erum búin að koma því kyrfilega til að skila Berglindur númer 3 en ekki 28 eins og á skýslunni. Já. Það er nú bara þannig. Þjóðum veit það. Já, og svo glemdi náttúrulega minnast á það að Andrea er náttúrulega ennþá meitt, þannig að við erum með Andrea og Söru upp í stúku. Já. En það er sitja á Helena og Helena, já. Þetta er nú vel klárað. Og fyrsta markið hennar í dag númer 10, Dagný Huld Bragadóttir. Já, takk fyrir að herma eftir mér þetta. Ekki taka. Þetta er bara veistla. Spurning hvernig þetta heyrist í útsendingunni. Já, hlýtur að vera. Og svo inn með því, það er bara beint í gegn sjálf. Já. Þarna á Berglind og vaða, þetta er bara vítið að mark, skilur þetta er hörku. 2 mínútur. Já, láta vaða. Já, bara fara. Herri, nú er Guðrún Jenny komin inn á línuna. Og Berglind sækir með 2 línur hérna. Já, 4, já, mér fannst og það er mark. Díana skoraði þarna fyrsta markið Með sitt fyrsta mark, númer 14, Díana Kristín Sigmarsdóttir. Já, Díana komin á blað. Þannig að Díana, Andrea Harðar og Berglind Benediktsdóttir búin að skora fyrir okkur. Og þá kemur Hekla og það er í stöngina. Telma Rut Frákastur og skorar. Og með sitt annað mark, númer 28, Telma Rut Frímarsdóttir. Já, þetta var bara vel gert. Já, Telma, hún hyrði frákastið þarna. Þetta er eitthvað sem vörnir á kannski að ná, svona frákastum. Já, ég sástu hrindíkun hana, það var svo sem ekki hættuleg hrindík, þannig laga hrindíkin sem slík, en það sem gerir, já, vel gert. Klassið aðnið á Berglindi, annar markið er Og í dag. með sitt annað mark, númer 3, Berglind Benediktsdóttir. Já, ég er að fíla þetta, það fer vel að stað, við þurfum aðeins að stoppa í göttunni í vörninni, en Greinlega opið svolítið þarna með 1 og 2. Já, ég held að við erum bara að keyra á svæðið þarna. Já, þetta er galopið. Herri Bergur, það er náttúrulega, við fáum góða verkefni eftir að velja hérna menn leiksins, bara svo vitið það, Dóminó skjábreið. Ég held að það verði þungt. Já, það er hlakka til að velja eftir cirka 50 mínútur eða svo. Já, pluss hálfleik. Já, ég er að tala um á leiktíma bara. Já, ég skildi ég eiginlega. Ekkert mál. Mestu. Ingvar Kristinn Guðmundsson, markmaður meistaraflokks karla, er mættur í stúkuna. Já, það er hvað. Og er að labba úr stúkunni hjá inngangnum. Já, jú, ég sé hann er þarna með dóttur sinni, eða stjúpdóttur sinni. Já. Já, við fáum yngast hérna. Svo sérðu upp í hægra horninu í stúkunni, þar eru kempurnar, það er Jói Lange, Addi Germani og Magnús Kári Jónsson. Já, þetta er rosalegt line-up. Og það er vel varið. Og með sitt annað varaskot númer 1, Engu Marton. Já, hún er komið 2 varaskotana. Aðeins búið aukast í markaskorunni. Já. No-look sendingarna á línu. Hún skorað 3. markið í dag, Telma Rut. 3. mark, fyrir gestina númer 28, Telma Rut Frímarsdóttir. Já, hún ætlar ekki hægt að skora bara. Þetta er hennar dagur greinlega. Henni langar í, hún vill fá Dóminó skjábreið. Það er bara þannig. Það er augljóst. Klárt. Sagði það ekki fyrir leik? Jú, ég heyrði henni áðan á Twitter og hún sagði mér að hún vill pítsu. Það varst það direct message á Twitter? Já. Vistu veitna þeim? Nei, ég er nú bara að grínast. Berglind. Ennþá með 2 línur hérna og Fanney, Díana. Sagði reikn eittir hana. Númer 14, Díana Kristín Sigmarsdóttir. Þetta er annar markið hennar í dag. Hann er bara svoleiðis, hún er komið 2 mörk og það er ekki slæmt. Nei, og hún er að skorta hérna vinstra megin á vellinum og við erum að spila 4-2 hérna. Já, ég veit ekki af hverju það er, við erum greinilega búin að finna út og þar eru glufurnar að vera með 2 línumenn, opnast hérna fyrir skiptundar. Ég hef alltaf sagt þetta, ef við viljum sjá nýjungar í handbolta, horfum við á Fjölni. Já, vilt. Sjá nýjungar í handbolta? Já, það er rétt þér. Við ættum kannski að vera fyrsta félagi sem setur skotklukku í leikjum. Það var tíminn stoppar hér. Ekki eitthvað í hálsinn. Þetta er leikmann nr. 2 Ingibjörg Jónisdóttir sem hefur verið grimm og flott í vörninni hana hjá Aftureldingu og inn á kemur leikmann nr. 8 Vigdís Brandsdóttir kemur á línu. Hún er dóttir Russell Brands. Grínist að fara Bretlandi. Já, þau eru allan að skild, það er klárt. Pólitískur. Já. Hekla finnur hana strax. Já, ekki leikja. Fyrsta markið hennar í dag. Og fyrsta markið hennar nr. 8 Vigdís Brandsdóttir. Það er nú mátt ná þessari sendingu. Já, það var vel gert að Hekla. Hekla er kannilega góð að finna línu hana. Hún kemur í skotókn og lætur bolta síðan falla hennar á línu. En við hefum náttúrulega að sjá þetta fyrir og vera bara tilbúnar. Ég finnst það allavega sko. Já, þetta segi ég bara svona leikmaður hér og þú er náttúrulega alveg leikmaður. Ég er svona leikmaður. Þú er náttúrulega að playa. Já, það er svoleiðis. Þetta er bara yfir og Diljá ágætist tilhörn samt að við verðum að taka þennan séns. Og stundum klikkar þetta
það er bara svoleiðis. Jú, það spilaði þarna blúsaðan eitthvað. Já, af því við vorum að tala þríegi áðan, þá var á fremsta bekk á rosalega þríegi Aðalsteinn Snorrason, Aðalsteinn Aðalsteinsson og Jói dansari Backmann. Þetta er ekki þannig. Það er bara svoleiðis. Sérðu þríegi sem er komið upp í stúku? Nei, upp á svölum. Nú með góðan sem skoraði. Þú mistaði? Ég mistaði líka. Var þetta ekki bara Vigdís eða? Númer 9. Nei, ég veit ekki. Línumæður. Og það var leikmaður númer 9 með sitt fyrsta mark, Hekla Ingunn Daðadóttir. Já, það var Hekla. Ég samkvæmt okkur allavega, það er samkvæmt okkar tölfræði. Við duttum inn út, Ingvar Kristinn Guðmundsson, markmaður var að trufla mig og þetta er bara, það var næstu óþægilegt, en samt svo gott. Og við vorum að tala um hann í útsendinguna og hann ákvað að koma í VIP-stúkuna og Guðrún Jenny hérna í baráttunni. Hún vinnur þarna fót. Ef hann má segja sem svo að hann vinni fótinn. Já, þú ber svona vel. Þá vinnur þetta. Mjög gott, Díana og út í horni hérna á Karinni og Karin út á Berglindi og Berglind á Díunu og Díana með hammer. Díana skora, 100 skot. Og með sér þriðja mark númer 14, Díana Kristín Sigmarsdóttir. Bergur, við höfum farið þetta áður þegar ég segi nöfnin, það á fólk að klappa. Já. Við þurfum eitthvað að vinna í þessu. Kannski fáum Ingvar til að fara niður í stúku og klappa fyrir okkur. Ingvar Kristinn þyrfti að vera bara niður að taka undir eftirnafni, þá myndi fólk pæla í þessu jável. Það getur verið svona klappstjóri. Já, það verður gott. Já, stemningin í stúkunni. Þið heyrið það. Og við minnum náttúrulega á stórleikin á morgun. Já, meðan við erum að taka hana leik. Það er á morgun 19:30. Ég get því mér ekki lýst honum. Nei, þú verður að spila og ég verður niður á mæknum og það verður einhverju góður að lýsa og það er mark. Línusending hérna. Og það er leikmaður númer 18 með sitt fyrsta mark, Guðrún Jenny Sigurðardóttir. Já, takk fyrir ekkoið, Bergur. Það er 7-6. 7-6 í staðan eftir 12 mínútunar leik hérna. Þetta er bara góð byrjun. Og við þurfum bara að halda yfirhöndinni og við þurfum að taka 20 stopp og vera 3-4 mörkum yfir í hálfleik. Þá erum við með þetta í teskið. Það er bara svoleiðis. Stoppa línan. Hún er ekki bara langt inn í teig. Já, hún var langt inn í teig. Það var að stoppa, þeir eru að finna línan mjög vel. Já. Og Díana kemur inn á miðjuna. Já, og finnur Berglindi, hún finnur Karinni. Já. Og númer 13 með sitt fyrsta mark, Karin Þorsteinsdóttir. Takk fyrir þetta, Bergur. Ég kann að meta þetta. Ég vona þetta hljómið vel í útsendingunni. Þú ert góður ekkomaður, hann er bara svoleiðis. Já, bergmál. Vá, fyndið. Það var gott í alvörunni. Já, þetta gekk svona vel. Það var eins og þeir einhverju að tala um að gera laga kaffi og drengur segja akkur þarf að laga það. Það er eitthvað að því. En hérna, það er eitthvað aðsögnum. Orðagrín. Já, orðagrín. Það var klapp. Herðu, afturhaldingur í sókn. Penni minn er bilaður. Nei, ég get notað hann. Þetta er bara penni. Já. Herðu, afturhaldingur í sókn og já, hún er ekki skorað í nokkra mínútur. Telma Rödd, vingur okkar. Þá sækjur hún á markið og hvað? Ég sé að jinxa þetta líka. Já, hún skoraði reyndar. Ég flautuði svolítið snemma hana. Já, takk þetta á sig. Já. Ég flauti aðeins og snemma henni, menn að þetta leiti illa út. Síðasta markið þeirra var á 10. mínútu og 30.50 sekundu. Þannig að það eru 3 mínútur síðan. Já. Það var bara 3 mínútur slétt. Það er númer 8 með sitt annar mark, Vigdís Brandsdóttir. Já, Vigdís skoraði sitt annar mark. Já, hún er komið sterkart inn. Þetta voru nákvæmlega 3 mínútur. Það er bara svoleiðis. 8-7 staðan, við erum ennþá yfir. Við ætlum að vera super jákvæðar hérna í dag og sigla jákvæðu strömmin í sigurliði hérna. Okkarlið, þetta er vítakasti, já, hárrétt, vel gert hjá Guðrúni. Hún er sterk í þessu stöðu. Ef hún fær boltan hana og getur snúið sér, þá er þetta bara víti. Þetta er víti eða algjört dauðafæri, sko. Þetta er bara hann. Herru, það er Díana, ég ætla að skrifa hana mark hérna, ég ætla að jinxa þetta, segja hún sér komið 4. Já, það virkaði ekki þar. Og með sitt 4. mark, númer 14, Díana Kristín Sigmarsdóttir. Mækin eitthvað að stríða hann. Þarna fór mækin, ég veit ekki alveg hvað þetta er. Þetta er svona já, við erum bara að fíblast hérna. Við erum að fíblast hérna með alla sinni sem við hliðina Aðalsteins Snorrasyni sem við hliðina Jóa dansara Backmann. Það er eitthvað að mæknum en við verðum bara að láta ganga. Það er ekkert annað í boði. Hún glutar á boltanum. Nú, hann hrindi Karli bara í gólfið. Þetta var skemmtilegt. Þetta var svona MMA-stæl. Það er í lagi. Hann má stundum. Já, það er ekki einu svona gullstöð. Og vel gert þarna. Þetta var mjög vel gert. Er þetta ekki fyrsta markið? Ingibjörg B. Jóhannesdóttir, jó. Ingibjörg B. Jóhannesdóttir. Skorur sitt fyrsta markið dag. Ingibjörg B. Jóhannesdóttir. Staðan úr 9-8. Staðan úr 9-8 hjá við meinum að eftir hálfan hálfleik. Eftir 1-4 leik.
Og það nokkrir mættir innan frá afturlendingu. Mosastúkan komið núna í gang. Enda stutt í Mosó hérna. Hálfur finnur línuna og óheppinn hana. Þetta dauðafæri, hún á að klára þetta. Já. Hann bara svoleiðis. Reyna kannski að ná stöðu, hoppa upp svona. Já. Já, Hekla skora sitt annar mark í dag. Númer 9, Hekla Ingunn Daðadóttir. Já, Andri stökka leikli. Og þá taka heimamenn leikli. Í stöðunni 9-9. Já, ég ætla að prófa hérna að slökkva á mikrofónunum hinnum. Það engin tónlistir, þetta hérna. Já, hér bara rólegt, hér fá að hlusta bara á leikliðin. Eins og þetta sé í sjónvarpi. Ég ætla að aðtöða hvort að mikrofónin. Þá kannski heyrum við eitthvað sem Andri segir. Sjáum hvort að mikrofónin verður lægi þetta eftir. Spurninga við verðum með mjög löng prik að við getum sett eitt svona mæk á prik og sett á niður. Já, það mitt, það spurning. Það bara eins og við gera á stórmótunum. Já, Þorgils Garðar ljósmyndari mættur og það vel, við fögnum því. Endilega að finna hann á Facebook. Hjalt að standa sig vel á kamerunni bara svo því sé heldur til að haga. Og hann ætlar reyndar örgulega að skipta í hálfleikum að fá einhverja stelpunum sem að æfa hérna handbolta í Fjölni til að skipta það. Svo hann getur sinnt skyldustörfum hér. Þó hann finnst örgulega gaman að vera með okkur hérna. Það vantar ekki. Hann með sér gulu vesti og allt. Þetta bara lítur mjög stórkallarlega út allt saman. Staðan 9-9 Bergur. Hvernig hefur staðan í hálfleika? Kískum sá það. Hún verður ekki 18-18. Nei, 16-16, einmitt. 18-19. Herru, ég ætla að sjá að verið 15-14 fyrir Fjölni. Ég ætla að tippa á það. Ég tippa á að verið, hvað segir, 14-12 fyrir Fjölni. 14-12 fyrir Fjölni, ég segi 15-14. Þetta er skruðið niður? 15-14 og 14-12. 15-14 og 14-12. Leikun hafinn eftir leiklið. Andri sagði þið verið að nenna þessu stelpur. Þetta er andlit. Og aðra tvær. Já. Hekla þannig að fiskuð út af, segi ég nú bara. Segir þú það? Já, er það ekki? Jú, ég segi það. Mér sýndist hún ekki alveg fara hérna, það skiptir ekki máli, dómarinn hefur alltaf rétt fyrir sér. Og já, ok, hún reynda að kvenka sér, hún hefur fengið einhver högg, en hvort það hafi verið andlitið, veit ég ekki alveg. En ég er ekki þó hún sé að hún hafi fiskat, og ekki sé hún sé að leika þetta. Heldur þess að leikmenn fara oft svona nálagt andlitinu. Og þá eiga margir leikmenn og flestir, ég vil til að fleygja sér svolítið niður. Ekki línumenn. Ekki línumenn, þeir standið á sér. Bergur á að sé eitthvað ljóstur blindamálum, þá var tekið viðtal við Svein Jóhansson í gær. Ég sé það viðtal. Er það komið út? Nei, ég fekk að sjá það áður að koma út. Þú fékkst að sjá það, ok. Ég er svona... Þannig að þú átt eftir að koma sér bráðum sjálfur í viðtal og Hrauniður Sönnaði, hann lúmstur, þetta var kynntingarspurning sem ég spurði hann að. Ég ætla ekki að útvarpaði þér hvað það var, en ég spurði spurningar sem ég held að vera grín og hann bara tók undir það. Og hérna, já þetta var mjög gáð, mjög einlægur hérna. Þetta verður live á morgun á YouTube. Já, ég er að fíla þetta. Við tökum menn alltaf í viðtöl fyrir leiki, allan heimaleiki, bæði kalla kvenna og endilega kíkja á það á fjölni.tv á rásun okkar. Herru, jæja. Hraðaplöp hér. Dagný Huld skor sitt fyrsta markati. Nei, annar mark. Dagný Huld Bragadóttir. Já, staðan er 9-10. Við erum bara... Þetta er ekki, ég held hann hef ekki beðið um þetta. Andri Sárni. Nei, hann sagði þeirra að nenna þess, hann var svolítið ósáttur. Mér veist... Þetta var bara nýskrip. Já. Jæja, Diljá í hóðninu, Díana. Já, Berglind. Og lengra, já. Þú verður að fara inn hana. Jæja, þá fyrir við bara alla liðið tilbaka. Þarna ég vilja sjá Berglindi senda þvera út á Diljá. Og Diljá þá sækja og svo ef að Diljá kemst ekki þá kemur bara Díana og siglingun og þá kemur Díana með skotið. Betra færi. Já, ég vilja sjá hann, já. Af því að það voru alltaf báður úti og voru ekki klárar að taka hornið held ég. Sjáum við glaftur núna hvernig... Núna þetta glæsileg sending. Já, sláðustöngin inn. Og með sitt fyrsta mark Diljá Baldursdóttir. Þetta var mjög vel spilað, mjög vel klárað. Þetta var eiginlega næstu nákvæmlega. Þú segir þetta sé vel spilað bara því að þetta er það sem þú hefði gert. Já, þjálfarinn ég var bara að fíla þetta. Leikmaðurinn líka? Já, ég var náttúrulega eins og leikmaður. Bara yngri flokkanum sko. Herru, gata þetta ekki neitt en hérna... Það er ekki að fylgja sögunni. En ég er svona... Það má bara vera... Ég er bara eins og nefnt auga, Bergur minn, það er nú það. Góður að kenna. Herru, já. Já, við þykja þetta. Þetta er beint til mömmun og Dóru. Herru, já. Og þá Diljá, við erum ennþá... Nei, við erum bara með eina línu á.
Já, bara vippar sömur og skorar. Og með sitt 15 mark. 15 markið hennar í dag. Díana Kristín Sigmarsdóttir. Já. Það er ekkert annað. Þannig 11-10 Bergur, þú sagði 14-12, ég sagði 15-14. Þeir sennilega ekki 14-12. Ég hallast af því að svennilega verður þú alls ekki með þetta rétt. Kannski verður þetta bara eins og ég sagði, 16-16. Já, Eins og ég sagði að það verður ekki. Ég sagði þetta ekki 16-16. Já, þú sagði ekki 18-18 reyndar. Ég sagði breytti síðan líka í 16-16. Já, flottur. Herru, já. Ég veit. Og þá sækja þér og það er varið á. Þetta er rétt. Nei, heyrðu. Nei! Ég held að það vilja markið. Ég ætla að setja hann að markvæslu, en ég ætla ekki að setja hann að markvæslu, bolta fór inn. Já. Það er vítakast. Þetta hefði verið merkjað mark. Já, algjörlega. Þetta hefði ekki verið markað eða ekki verið flautað, skilur. Hver held ég. Já, hver veit. Hekla Daðadóttir með vítakasti. Já, og hún skorar. Og með sitt þriðja markið hennar í dag. Hekla Ingunn Daðadóttir. Já, það er Pepp hérna Moses megin, staðan 11-11. Já, þetta voru góða reyfingar á Tinnu Lagsdal sem er strax komin í hóp hérna. Bjóðum hana velkomin Tinnu Lagsdal Gautadóttir. Nei. Og það er varið hérna á vítakast. Mér finnst þetta mjög lítið. Já, ég er tvær og mikið. Já, ég veit nú ekki eins og hvort það har gert eitthvað. Jó, víti er rétt sko, en tvær er svona... Já, ég gefi hann segir hann að vera með svona full mikið. Það er spjald á bekkinn. Já, það þarf að gerast líka. Já, að gera, það er gott að henda spjaldinu bara strax og þá það frá. Ég sé að Sjonni vinur minn, þjálfari í meistaraflokks, hann er líka upp í stúku. Það er allir hér sem að einhver skipta máli. Hann er efst uppi, hægra megin við þriðjaflokksstrákana. Heyrðu það vítakast. Og enn áttur. Hún skorar þá fjórða markið sitt. Númer 9 Hekla Ingunn Daðadóttir. Hann er bara svo unglegur að Sjonni. Ég held að væri þarna með Viktor og Fjölu. Hann er þarna, já, hann er að fylgjast með, þjálfari hér. Þannig 11-12 Bergur, 19,5 að detta í hús hérna. Ég held einhvern veginn að þetta verði alls ekki 14-12. Nei, ég bara staðfesti það hér með. Það var ekki 3-0 kaflan á 15-14 gæti verið, en hugsalega meira og líklega bara fleiri mörg skoruð. Já. Hotnið, já, við verðum að vera ákveðnari Bergur. Já, það ætla manni færri en það verður samt að sækja á til að geta spila lengur sóknir. Já, það er rétt hjá þér. Það er svona... Það er rétt hjá þér. Tinna Lagsdal komin í vinstriskiptuna, það er rétt. Berglind, Ólafasta herriskiptu, já, Tinna alltaf með góða fintu og góða hreyfingar. Það er bara hásbreytandi upp að vera komin í gegn. Já, Tinna uppalinn á nesinu, grótari og já, svona smá káringur í henni. Númer 1 Ingunn Marton. Það er nú ekki langt að fara úr gróttunni í Vesturbæn. Nei, þetta er liðvilið þannilega. Við viljum ekkert, þetta er eins og segja Gráur og Mosfellsbæinn í samstæðurinn. Ég sagði ekki að... Nei, ég er bara djók, ég er aðeins æsið þér. Ég veit hvað er gott að æsið þér, en ég ákvað að taka... Heyrðu, við verðum að fá mark hérna, við erum þetta í undirtölu, en það skiptir ekki máli. Það verður geggjað að fá eitt mark hérna og jafna. Já, spila brotti sundan niður í alveg 10 sekúndur eitthvað. Já, við verðum að fá eitt fríkasti viðbót sem mark, það er svoleiðis. Já, sækja, já, við erum að hreyfa okkur. Tinna, já, hún er góð að sækja þetta en höndi fyrir að fara upp, held ég. Já, sennilega. Sennilega gerur hún það. Já, sækja markið, nei, já. Við erum klaufar hana, 21 mínútur búinn, 11-12 og við erum að fá mann inn eftir 10 sekúndur. Já, Hekla. Já, hérna hér. Skora sjötta markið sitt, nei, 5. markið sitt í dag. Hennar númer 9, Hekla Ingunn Daðadóttir. Já, þannig 11-13, Bergur. Eitthvað þurft að stíga út betur. Þú er bara, þú veist, ég bara segir þetta, þú tekur svona leikmann sem er skitta og hamrar hann einu sinni. Það er bara þannig. Típisk skitta. Á þess eitthvað meiðan bara hamrar. Það er bara spjaldið, eða tvær, hvað það er, skilur við. Vertu bara ákveðið, já, núna tvær og þeir allt tvær. En vertu ákveðið, skilur við. Hamrar hann bara einu svona, kemur hann ekki aftur. Já, kemur þetta á hrættari. Við verðum að fleia okkur á þessu bolta. Þetta er ekki fyrstu boltinn. Hann er Telma Rutt bara mjög aggressív og boltaðan vel gert hjá henni. Telma Rutt og Hekla Ingunn Daðadóttir eru bara allt í öllu hérna. Þessar mínúturnar. Góð vörn. Klassi, gott Karen. Þetta var mjög gott. Þetta fyrirliðin hana, já, sýndi gott frumkvæðið hana. Já. Það er bara svona að gera þetta og fleia sér í þetta og láta vaða. Það skiptir ótrúlega miklu máli að ná þessu lausu bolti. Þau telja alveg mjög. Algjörlega. 11-13, 22 mínútur búnar. Ég sé ekki fram á að hvorugur okkar hafi rétt fyrir sér. Ég náttúrulega get ekki haft rétt fyrir mér. Ég get haft rétt fyrir mér en þá. Sagði ég ekki 12 afturöldingu? Þú sagði 14-12.
Það var mjög skrítin ágiskun, ég vil bara segja það. Ég hélt Það var kannski samt að að leiðilegur. Ég meina það var skorað 1 mark á fyrstu 5 mínútunum, ég bjóstu ykkur kannski ykkur svoleiðis. Og svo, þessi hotnið, þá er hérna Fanny Finnsdóttir komin í hotnið. Vel brotið þarna á Tinnu Lagsdal. Hún er dóttir Gauta Grétars, sjúkraþjálfara. Bara svo því sé haldið það. Og það mark! Já, flott skot þarna. Og með sitt 7. mark, númer 14, Díana Kristín Sigmarsdóttir. Þetta er ekki fyrsta markið hennar í dag úr vinstri skiptu. Nei, hún er auðvitað þriðja, fjórða markið hennar. Þetta er ekki annað heldur þetta, jú. Það er allavega þriðja. Og eitt víti? Nei, það er ekki að taka eitt víti. Já, ég held að allavega 3 hérna meginn. Ég man að eitt víti, þú reyndir að jinxa þessu og gast. Rétt, á fjórða markið, ég manni þetta núna, þegar þú segir það. Herru, 12-13, við verðum að fá stopp núna. Flott verðn þarna. Við verðum að fá stopp, Bergur. Já, segja hún er strax farin að vela. Já, það er að brjóta, við erum að heimaðalli. Og við erum að verja það að vera besta lið af neðri liðunum. Jæja. Hún var í þessu bolta. Og fyrsta markiðin er í dag númer 4, Þóra María Sigurðardóttir. Herru, 12-14 þín staða. Já. Ef það bara verður ekkert mark skorað núna í 6,5 mínútur. Þá ætlar að segja þetta og þú hefði meint þetta. Þá get ég haldið fram. Það var ljót setning að þú hefði meint þetta, verið að meina þetta. Jæja, ok, nefnir ekki að pæla í þessu. Berglind, og þetta var séð bara í gær, vel stólið þarna og sending, já. Þarna keirur hún í gegn, Ingibjörg Jóhannesdóttir. Skora annað markið sitt ekki. Og 2 með sitt annað mark, Ingibjörg Jóhannesdóttir. Jó, annað markið hennar í dag. Já, Bergur, þetta lítur alls ekki vel út. Mér fannst það líta svo vel út í byrjun, mér fannst það svo líklegt að vera alltaf að skora bara, myndi fá eitthvað stopp. Staðan er núna 15-12, þetta er fljótt að fara, þessum vandar ekkert upp á það. Þetta er guldspjald, fylgir eftir broti. Er ekki oft sagt að þessi skamt stóra högga á milli? Já, skjótt skipast og allt það. Ég veit ekki hvað þetta þýðir allt saman, ég held að þetta sé sagt. Já, þetta sjálfsögðan þýðir það náttúrulega að hlutunum fljótar að breytast. Já. Það er bara svoleiðis og svo er það þannig að þeir skora sem þora. Það er svoleiðis. Það er líka rétt. Já, heyrðu, Díana komin aftur inn á vinstra megin og mark, hvað er að gerast? Og úr vinstri skiptu. Já, hennar 7. mark, númer 14, Díana Kristín Sigmarsdóttir. Látum vilja okkur heyra 5 mínútur eftir þessum fyrra áleik. Og þá sló þögn í húsið. Já, ég held að hún sé með svona síðustu 5 mörk á Fjölni. Já, og hún er komið 7 mörk og það er af 4/5 hérna frá þessum hluta vallarins. Okkar hluta vallarins. Svala megin. Já, þetta var bara vel gert hjá hann, við getum ekki treyst á þessi mörk þetta dag, skilu. Við þurfum að spila betri handbolta en það að Díana Kristín sé að fara á öfuru skitt alltaf inn og skjóta á einhverjum 12 metrum eða eitthvað. Já, þetta var vel gert, 15-13, 13-15, við erum undir. Þetta minkaði 1. Já, við verðum að minka þetta bara núna, en við getum ekki verið að treysta bara á eina manneski eins og en Tinna er að reyna og nú er Díana Ágústsdóttir komin á miðuna, hún er nokkuð útsjónarsöm. Er hotnamaður held í upplægi alveg örugglega, en er dugleg á miðunni. Og fyrir mann aftan í sig. Já. Mér sýndist það allavega. Já, þetta var, Og Díana, já. Flott mark þarna. Og með sitt 8. mark, númer 14, Díana Kristín Sigmarsdóttir. Já, hún á skilið klappustúkunni, hún er með 8 mörk, hún er með 8 af 14 mörkum Fjölnis. Þetta er staðan sem ég spáði í hinn áttina að spekla og þá var Mosfellingar að taka leikli. Það eru 4 mínútur eftir. Já, það er nú bara svoleiðis og þeir sem eru heima að horfa og vilja grípa með þessi slæsu, Dominos slæsu, þá eru Dominos pítsunar að detta inn í hús í sjoppinni, þannig að endilega koma og kíkja á seinnáleikinn, fá okkur Dominos sneið og tilli ykkur inn í stúkuna. Þið getið jafnvel fengið að lappa fram hjá Jóa Lange og er þetta ekki Kári Garðarsson bara? Er þetta 4 í staðan fyrir 3 þannig að þetta er rosalega teimi. Sér ekki hann með höndina fyrir framan. Mér sýnist að vera Kári en ég ætla ekki að sverja fyrir það, mér sýnist það. Kallaði Kári. Svo er þetta Jói Lange, þetta er Addi og þetta er Magnús Kári Jónsson og svo er þetta bara vel og væli fólk, mikið af Fjölnis iðkendum hérna í miðri stúkunni. Hægri stúkan er svona tilenguð þjálfurum og þriðaflokk kalla. Já, þjálfar og leikmenn svona efstir og og heiðus, ég myndi segja ef ég mætti velja heiðusgest vallarins í fyrirháleik þá myndi ég segja þessi Sjonni Íringur. Í þriðaflokk? Hann er svo, Það er í þriðaflokk? Nei, heiðusgestur bara. Ég heyrði þið segja í þriðaflokk. Nei. Í þriðaflokk að vera sjálfsögðu Tristan. Já, það er þitt mat. Endurspeglar ekki mat þjóðarinnar. Nei. Hann er bara svoleiðis.
En nú er leiklegi búið, það voru ósáttir en að Mosfellingar voru náttúrulega 15-12 yfir að staðan 15-14. Ingar einhvers þar, nafnaðinn. Inga Kristinn, nei, ekki alltaf sé farin, eða kannski bara fram að horfa á okkur eða strjúka mér eða eitthvað. Þykja strjúka mér. Nei, ég sé hann ekki. Herðu, leikurinn fann að stað, Mosfellingar með boltan 26:20 klukkunni 3:40 eftir. Já, og þetta eru góða sendingar hjá hann inn á línu. Heklu Daðadóttir. Fljótur að hugsa þarna og góða. Hún ég get sagt það bara ef Hekla Daða væri sem reynslu bolti, ef hún væri ekki í þessu afturningarliði þá væri það gjörólíkt lið. Og auðvitað er þetta að segja þetta marga leikmenn og mörg lið. Já, hvað er að gerast? Díana, úr sinnustöðu þarna. Og 9. mark í dag, nr. 14, Díana Kristín Sigmarsdóttir. Við erum að tala 9 mörg. 9 mörg á Díanu í stöðinu 15-15, já, ég hugsa 18 sé nú bara, það eru jákvæða tölur ef það verður loka niðurstaðan í fyrrháleik. Ég sagði það, þeir eru ekki 16-16. Þú byrjar að, það var 9-9 þess að sagði, ég held að verði ekki 18-18, þess að söngi 18-18. Og svo spreytti ég, sagði eins og 16-16. Það eru að nýta færi sér vel. Í staðinu orðin 16-15. Þessi 3. mark Dagný Huld Bragadóttir. 15-16 Bergur. Ég held að ég hafa aldrei spáð rétt á æfinni. Nei, ekki heldur. Nei, 27:30 á klukkunni 2:30 eftir. Já, við verðum að halda áfram. Þetta er bara djöfulgangur og vesen og það er bara að halda þessu áfram. Hann er til að læsta bara klætt úr treyjunni. Henni stendur ekki alveg á sama þarna. Og ég veit Ingibjörg búningastjóri, hún er ekki sátt ef hún verður bara klætt úr og eyðileg treyjan. Nei, já, það þyrfti að sauma aðra og þetta er, já. Hún er að reyna henn á fullu, hún er að reyna að brjóta sig gegn og búa til eitthvað. Fá mennin út og kannski opnast fyrir að baka á línunni. Já, hotkast þarna. Svona stemningin er Mosfells megin, það er nú bara þannig. Já, og reynda staðan líka. Þegar við erum að skora, vantar stemningunni okkur, vantar að við séum að sína eitthvað svona killer heima á alla, bara liðið sjálft. Já, líka. Ég er að tala um það sko aðalega, þetta er svona, já, vel gert. Flott línusending. Já. Og með sitt annar mark, nr. 18, Guðrún Jenny Sigurðardóttir. Já, þetta er pappi Guðrún Jennyar búinn að ná góðu kontakti á mig, ég er bara dett út ég er með svo mikið athyglisprest. Þú ert bara starstruck þarna. Já, þetta lítur að vítakast, hún er bara meterinn í teig og þetta er rétt. Ég veit nú ekki hvort, Brottisson, nei, ég held ekki. Kannski einhvern spjaldið eitthvað, ég bara sé Brottisson. Það komið allavega 1 gult á bekkin. Var þetta Þórhildur Vala eða? Tóta, já, þetta. Tóta, fyrirgefðu. Ég kalla fólk ekki gælunum, ég er virtur fjölmiðl. Herru, 16-16 staðan, vítakast, enn eitt vítakastið. Sjáum hvað Hekla Daðadóttir gerir. Já, það skorar. 7. markið hennar í dag. 7. mark, nr. 9, Hekla Ingunn Daðadóttir. Herru, 1:06 eftir núna, 16-17 staðan. Og við erum færri. Þetta er nú ekki langt frá því að vera 18-18. Nei, það er hárið ekki þér. Við syngjum kannski 17 og eftir. Hver veit, Díana Ágústóttir. Og Berglind. Og Díana. Já, það var skemmt að dripla hana hjá henni. Já, hún alltaf alla leið. Og Díana Kristín og Ylva Berglind, Díana, já, hvað ætlar að gera? Já, hann er vel gert. Haldið svo áfram. Afrikast. Hálfmínútu eftir. 1 mark á milli liðanna, það getur jafna. Já, það verður gaman. Það verður draumur. Höndi fer að fara upp eftir svona 5 sekundur. Nei, svona 8. Já, nei. 3. 45, hún fer upp í 45. Hún fer upp núna á. Já, núna, hún fer upp núna. Eftir já. Hún fer upp núna. Það eru 12 sekundur eftir höndir í búinni. Við vissum það. Já! Smellir einu bara í vinkilinn. Og með sitt 10. mark nr. 14, Díana Kristín Sigmarsdóttir. Og þetta var ekki mark ef einhver var að pæli því. Já, tíminn er bara búinn. Já, þetta var bara. Já, það kom. Hálfleikur, staðan er 17-17 eftir 30 minna leik. Við minnum á sjoppuna, það eru selta Dominos, pítsur og fleira stöð. Og já, það er tíminn hálfleikur, þannig endilega kíkja í sjoppuna. Ef þið verið sittið heima og hugsa hvað þið var að gera í hálfleik, þá getið þið bara komið. Er þetta ekki eiginlega bara fullkomið?
Og þá því komið til skila, Bergur. Já, við konum Og aftur. hérna, Viltu kannski að byrja setna áleikina á leiðréttingum? já, við Vilt þú taka dag? Dagný Huld, nr. 10, sem búin að skora 3 mörk. Hún svo sannarlega ekki Bragadóttir samkvæmt skýrslu, hún Birgisdóttir. Bara svo því sé haldið til haga. Já. Það þarf alltaf að vera rétt. Og já, nú eru flestir búin að fá sér sneið úr sjoppunni. Og ég nú búin að vera að kíkja upp í stúku, veistu hvað ég sé? Nei. Ég sé eitt helsta dómarapar Íslands. Þið dæmi ekki lengur saman. Hver eru það? Öddi og Matti? Öddi og Matti, það sjálf. Þeir sem ég sé það núna. Já. Þögg gæjarnir í stúkunni. Þeir eru svona það situr Svo ekki sé ég Kristján sem á viðhald. Þar við hliðina Binni Friðriks og svo pappi Berglindar. Þetta rosalegt teimi þetta. Þetta ótrúlegt. Já. Við erum eiginlega í bestu sætunum því við sjáum allt þetta. Það bara svoleiðis. Við erum með góða yfirsýn. Það eitthvað tókstreita hér með klukku. Við erum að láta hann líða held í 4 sekúndur, 3 sekúndur. Já. Þá ertu bara að fara af stað. Síðar hálfleikurinn. Já, svona 3 samkvæmt og opinberri leikklukku vallarins. IMG klukkan, Íþróttamiðstöð Grafarvogs. Darlús, öðru nafni, verður höndsöllin vonandi daginn. En allavega, já, góð verð þarna. Nei, takið boltan, já. Vel varið þarna. Klassa varkasta. Guðrún Gíja Aradóttir. Þetta svona bolta sem maður þarf. Já, ég menna í ljósi þess að við ákvæmum að henda frá okkur frákastinu, að þá mjög gott að hún hefði tekið. Vasslan, já. Vasslan geggjum við verðum að taka þessa lausu bolta. Já, Hekla étur hana Guðrún í henni. Ekki fæði hana samt. Einstu að hún 10 og fær vítið hana. Andris ósáttur. En ég held að þetta hafi samt alveg verið rétt. Ægir eða Sigurgeir, ég man aldrei hvað segir þetta. Hann bara ekki á 2 held ég hana. Ekki Ægir þannig núna sem að fara að tala á hann? Ég veit það ekki. Ég veit ekkert hvað. Ég veit ekki heldur. Hann eitthvað að rífast við Andris þetta sé vist víti. Ég veit ekki alveg hvað það sé rétt að leiðin. Jæja, þá alltaf Karen Birna að spreita sig. Ég ætla bara að tippa og ég ætla að jinxa þetta enn áttur. Ég ætla að segja hún verið þetta. Hún verið þetta með hægri fæti. Hann var nálægt í. Hún erstu búin að vera þetta með hægri fæti. Og það var leikmann nr. 9 með sitt 7. mark Hekla Ingunn Daðadóttir. Já, og þá hleypur Karen Birna út af Guðrún Gíja, kemur aftur í markið. Gíja með 4 varinskot, Ingunn Marton hinn með 3 varin. Hann er ekki mikið varða bolta hérna. Sólveig meitt það? Hún búin að vera eitthvað smá meitt en ég held að sé bara að tippa þess að 2 daga. Ég held að hún hafi verið heil. Þessi tilbúin í slægin alltaf. Og við erum með okkar heimastelpur þarna. Þetta nú bara lélegt skot. Berglind skýtur fram hjá. Já. Það eitthvað. Það ekkert dæmt. Gaman að þessu. Hann dæmdi ekki eins og útkastið eða þessu línuna. Hann bara svona, já. En fólk vissi að þetta væri það útkast. Já. Ég saman þetta var ekki neitt. En ég bara flauta línu samt sterkt. Og hún búin að, þetta er annað skipti, já það er svolítið töff. Þetta er annað skipti sem að hún fær dæmt á sig línu, þess að við túlkum þetta sem línudóm. Já, þess að útkastdóm, má maður segja ekki dæma? Jú, maður dæma línu, já. Það er útkast. Það er klauvalegt. Já, það sparkaði Fanney bara í boltan. Andris brjálaðist hann 17-18. Ég veit nú ekki við hverjum brjálaður, hann brjálaður yfir einhverju. Þetta var ekki lína, við sáum það. Já, eru það undir? Og það leikmaður nr. 8 með sitt 3. mark Vigdís Brandsdóttir. Hvernig verður hún svona frí? Já, þetta var bara galopið, þetta var hérna, og þarna passa hann sig og hann er svona 20 cm frá línni. Þannig að við sáum það greinilega 17-20, ekki 17-19 eða? Er þetta ekki vitlaust eða? Ég bara... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, það er 19. Staðan er 17-19. Hver er með mörg þarna uppi? 17-19 samkvæmt útsendingunni. Það stendur upp á... Fólki heimann alltaf veit ekki, það stendur 17-20 upp á töflu. Staðan er 17-19, þetta er ekki rétt. Staðan er 17-19, 17-20 er ekki rétt stað. Það fóru 17-18 hana. Já, klassi. Hún er komið 11 mörk í dag. Díana Kristín Simarsdóttir. Staðan er 18-19, ekki 18-20. Við býðum enn eftir þeir lagfæri þetta á klukkunni. Kannski að það gerist bara næsta að vera ekki sett upp. Gaukurinn allan að gaf með þumal, ég veit ekki hvað hann ekki búinn að mínusa þetta. Veistu við sem að hafa verið þumallinn? Já, þetta var þumal, hann var ekki ekki með fokkmerki. Já, er hann að taka marka af einhverjum, ég skil.
Þeir að stoppa klukkuna, þeir að laga ræða hver það var. að þeir staðan 18-19. Horfður á Röng staða, já, ég horfði á Eurovision. Skandal. Nei, mínir menn fór áfram. Hjörtur Traustason fór áfram. Það var ekki. Hugum með þér eða eitthvað. Nei, en það geggjaði ensku. Miklu betur ensku, þau syngja vonandi ensku eftir, 2 vikur, hvernig sé það er? Mér finnst þetta skandal. Unbroken fór aftur áfram. Hvað heitir það, óstöðandi? Staðan er 18-19, við byrjum að bíða eftir leiðréttingu þar. Og það er eitthvað panik ástandinn inn á vellinum. Leikmann nummer 8 með 3. Já, þetta er komið. Kristján búinn að redda þessu. Já, glæsilegt. Takk fyrir þetta, Kristján. Jæja, þá getur leikurinn hafist aftur. 18-19, 3 mínútur liðnar af síðaráleik. 10% rúmlega á síðaráleik liðið. Og staðan er 18-19. Hér í bara hörku spennandi leik. Hvað er alltaf galopið? Þetta er þess að skiptingar ekki alveg að gera sig. Númer 2 sem skoraði sig Ingibjörg B. Jóhannesdóttir. Hvað segirðu, Bergur minn? Þetta er alveg... Þetta er skiptingarnar. Þetta er allt svona sumu megin líka. Já, við heldum að við varum að lesa hérna milli 1 og 2 hérna í byrjun leiks. Það er að lesa okkur svo opna bók hérna. Já. Dabbi Svans með allt á hreinu í þjálfunni. Tinna Gautadóttir, Laxdal, já. Og vel varið. Það var vel spilað hana. Númer 12 með sitt fyrsta varðarskot, Kolbrún Ósk Svansdóttir. Allan sé systir Dabba Svans. Ég veit ekki. Hver? Kolbrún Svans. Já. Markmaður. Skildi Tinna Laxdal eða skildi Daða Laxdal? Já, það er svoleiðis. Er hún það? Já, vissu það ekki? Nei, ég veist ekki. Daði og Aron Laxdal og Tinna Laxdal, þau eru sískinni og eru börn Gauta Laxdal. Já. Ég held ég var einn að komast Já, kæra. Og Gautið þjálfaði á Gróttu og... Já, flott. Já, með sitt fyrsta mark fyrir Fjölni númer 19, Tinna Laxdal Gautadóttir. Og ég sagði þess að fyrsta mark hennar fyrir Fjölni, myndi ég það ekki fyrsta mark Fjölnis í leiknum, en fyrsta mark hennar fyrir Fjölni, opinbera markið, Tinna Laxdal. Það er bara svoleiðis. Maríu Laxinn. Maríu Laxinn kominn. Ég ætla aftur hérna að taka mikrofónin, maður er ofta að rístarta hann hérna til að, hann er hann eitthvað Hann fyrir eitthvað remix móti eða eitthvað svona. Já, þetta er ekki alveg náttúrulega gott. Þetta er eitthvað skrítið sound allavega. En við látum þetta döga þó að veri, já, klassi. Þetta er framhjá. 19-20 skot framhjá 5,5 búinn af síðarháleik. Og Fjölni getur jafnað. Það er bara svoleiðis. Já, flott mark aðna. Já, númer 18 Þetta er þriðja markið hennar Guðrúnar í dag. Sigurðardóttir. Þetta var flott mark. Já, Gaman pappinar Guðrúnar sáttu með mig. Já, við erum með hérna góð læti hérna, ég er í góðum samskiptum áhorfendur sem er lykilatriði. Jæja, við erum að taka, já, þetta, nei, algjör óþarf að gefa þetta fríkast. Hún kastaði bara boltanum út af. Já, þetta var frekar mikill séns. Já, ég hef ekki dæmt neitt. Nei, ég hef ekki flautað á þetta. Ég er ekki með síðastig. Nei, það ættir að vera það samt. Nei, ég er að djóka, ættir ekki að vera það. Ég sé þetta dæma. Hún fýtt með bjöstíð. Já, þetta var bara klókt þarna. Fín vörð. Það er bara svoleiðis. Spilaði hún ekki á línu náðan? Já, var bara að leysa hún mikið inn. Nú 28, hún leysti mikið inn bara. Hún var í hægri skeytinni. Já, glæsilega hávartana. Já, taka boltan. Vel varið þarna. Númer 1, Guðrún Gía Aradóttir. Guðrún Gía verið þarna. Hvað er hún komið? Já, nú klappa. Nú var það gaman. Já. Hún er komið 5 varinn. Allt dauðafæri. Já, hún er að verja bara dauðafæri. Það er bara svoleiðis. Og hinn er minn nummer 12, Kolbrún Ósk Svansdóttir. Hann kemur aftur við með remix-mótinu. Það er bara Þetta er svona, já, Sandstorm, Darút. Já, við höfum gaman að þessu. Já. Við getum ekkert að þessu gert, þetta eru bara vinnutólin sem við fáum í hendunar. En þessi mikrofónu virkar allavega, þannig að þeir sem er að horfa og hlusta, já, við heyrum það bara sjálfur í eyrunum að þetta virkar. Hver veit hvernig þetta er heima? Já, segðu. Herru, 20-20. 7 mínútur og 25 sekundur liðnar síðarháleik. Í jafnum. Já, það má segja það. Já, það er fótbolti. Já, glæsilegt. Flott vörð núna. Glæsilegt. Ég ætla að fá með Vassapa, Bergur. Já, endilega, ég skal bara skemmta með hann. Ég var einu sinni í Danmörku. Fór í bakari í Danmörku.
Hvað var Það það? er eitthvað ég fór á legkökuhúsi og fikk mér romkúlu, þessar kókoskúlu. Já, það er ennátt að varið. Romku. Og þessi þriða var skot nummer 12, Kolbrún Ósk Svansdóttir. Og þess að ég man þetta þá var afgreiðslufólki með hissa ætlaði bara að fá mér eina. Kún inn, já. Kona ein? Heyrðu, þetta var vel varið þarna. Já, fríkast bara. Og þá byrja gulspjöldi. spjöldi. Núna það byrjar það. Já, sko, Ísinn það er án sem brotinn. vilja vera leiðilegu. Það er eitt hérna sem fyrir töðunar með þessa dómara. Já. Það er hvernig þeir bera sig með spjöldin. Með svona skrítnar hreyfingar. En það er bara ég. Já. Ganski algjör smáatrið með svona skrítið oft bara. En ef þeir eru að horfa á þetta núna eftir að legginn og hugsa bara djúsfíblan, þá verður það bara að vera þannig. Já. Ég er ekki að meina eitthvað persónulega. Já, þetta er unnin bolti okkur tapar á afturhendingu. Og Fjölnir getur komast yfir? Já, í fyrst skipti í frekar langa tíma, eða ekki? Jú. Allavega 8 mínútur og 42 sekundur. Við erum ekkert búin að vera yfir í seinna leik. Nei. Nei. Það er sem Þetta er alveg bara í svona 15, 20 mínútur yfir. Örugglega hálftíma. Já, þannig að vonandi komst þér. Við ætlum ekki að jinxa þetta. Berglind á miðjunni ætlar að stýra þessu. Díana og Tinna í skittunum. Já, Tinna. Andris Kónu viðtal daginn sagðist halda að hún myndi ekki spila mjög mikið allan ekki næstunni. Hún var ekki í góðu spilformi en hún er í góðu hlaupaformi. Já! Flott línusetning þarna vel list. Og það er leikmaður númer 18. Fjórða markið hennar í dag. Fjórða mark Guðrún Jenny Sigurðardóttir. Hún er komið 4. Já, mikið fagnað hérna í stúkunni. Pappinnar Guðrún og Jenny er búin að borga með pening fyrir að kynna hana vel. Og ég stend við mína plikt, það er nú bara svoleiðis. Alltaf þegar ég fæ pening þá stend ég mína plikt. Já. Þetta er hrikalega góð hreyfing. Skot í stöng. Mósson er frákastunni. Já, bara vel gert, fínt. Herru, 20-20, við erum komin yfir Bergur. Já, ég alveg. Þetta er geggjað, Ég minnst alveg á því. Já, þetta er bara geggjað og við verðum að halda þessu fórustu útleikir, við verðum að vinna hann leik, þetta er krúsíal leikur. 20 mínútur, það er ekkert. Eigum að vinna hann leikur, mér finnst við vera betra lið heilt yfir. Já, klassi Berglind! Glæsilega gerð! Skora. Já. Og það er leikmaður númer 3 með sitt þriðja mark. Þriðja markið Berglind í dag. Já, nú er kátt í höllinni, sagði einhver. Hann er bara svoleiðis. Og það tekið leikli. Já, þetta fýlum við. 22-20. Þetta er geggjað, þetta er nákvæmlega það sem við erum að tala um. Já. Þessi stemning, það er þessi stemning sem við þurfum að innvinkla í liðið. Það er alltaf fullt af fólki. Það var geggjað, við erum búin að verja hérna dauðafæri, það var geggjað moment hérna að stela boltanum, geggjað moment þegar Guðrún skorar hérna áðan. Þannig að við erum, momentin er okkar og momentið er okkar kláðanna. Já, kvöldið er okkar. Kvöldið er okkar, það er bara svo leiðis. Og voru í Dalhúsum. Já, það er bara, ég er ekki að koma enga núna klukkan 6:30 á sunnudagskvöldi til að tapa einhvern leik. Þetta er klárlega... Ég get alltaf verið heima að læra, sko. Já, ég get verið heima að undirbúa mig fyrir að horfa á ófærð í kvöld, 7. þáttinn, sem er reyndar orðið svolítið svona þreytt sería en ég að vera að klára hana. Ég veit alltaf ekkert hver drap hvert skilur en hérna, maður fylgist með þessu. Var ekki Ólafur þar sem drap þetta? Jú, örgulega. Jú, það lítur eiginlega að vera. Er hann ekki alltaf vond í gæinn eða? Ha? Er hann ekki alltaf vond í gæinn? Þú veist, hann er lögreglustjórinn að rannsaka og alltaf getur reyður og svo kannski er hann bara gæinn. Ég held að það sé svoleiðis. Ég heyrði það fyrst ég er Ólafur Darri drapan og hérna, það enda búið að drepa ykkur að 3 eða eitthvað og snjóflóð og það búið allt að gerast. Ég sá eitt þátt, það var einhver gaur sem var í snjóflóði fastur. Já, ég mynd það. Við þurfum að ná í þyrlu. Já. Það var eitthvað svona mjög dramatist. Ég veit það. Þetta er Ísland. Heyrðu, 22-20, 10 mínútur búin á síðara leik. 20 mínútur eftir að þessi, þetta er bara eitt skemmtilegast leik á tímabilsins held ég hjá þessu stelpum. Það er allan mikið hraði í leiknum, nóg af mistökum. Alltaf í skemmtilega leiki. Ég er langt sinni í síðan svona góða stemningu í Dalhúsum held ég. Það er alltaf fullt af fólki mætt. Ég er að fíla stemninguna. Auðvitað má alltaf gera betur en við erum svo þakklátti fyrir stuðninginn. Vonum auðvitað að veri allavega 2-falt fleiri á morgun á móti Gróttu en ég er að fíla þessa stemningu hérna. Fólk er að láta sig heyra og klappa og stappa. Jæja, það var það afturhelding og það er enn og aftur á línuna hérna og það er dæmt. Of snemma aftur. Enn og aftur flautar og snemma. Þeir eru brjálaðir yfir sig hérna afturheldingamenn á bekknum. Ég er að fíla þessa stemningu. En Hekla Daðadóttir er að fara að skora svona 7. víti eða eitthvað. Þeir megu vera brjálaðir á bekknum. Ekki, já, nú ætla að taka bolta og ég ætla að öskra nafni. Það er bara svo leiðis. Jæja. 8. markið hennar í dag, þannig Heklu. Og númer 9 með sitt 8. mark, Hekla Ingunn Daðadóttir. Og að finna að segja það að Dagný Huld Birgisdóttir, hún hefur náttúrulega sjálfsög ekkert skorað eftir að 3 mismunandi aðilar lagfærðu nafniðina við mig í hálfleik. Þú fyrst búið að senda mér símtöl, skilaboð og 2 sem að leiðréttaði við mig hérna live. Meðal annars Luther Gesson, það er bara svoleiðis. Allir mættir hér. Þannig að það er allir búin að leiðrétta þetta og við erum búin að leiðrétta. Ég vona ég fá að tilkynna þetta. Já,
Kolbrún og vel. Með sitt fjórða varaskot, Kolbrún Ósk Svansdóttir. Þetta var vel bakkað hana. Herru, staðan er 22-21, 11 og 30 búnar og ég stend við það sem ég sagði. Ég held að þetta sé heilt yfir skemmtilegasti leikur á stelpunum í vetur. Ég vil nú bara segja það. Það var nú leikurinn í Mós og skemmtilegur, það var alltaf sýndur. Það var svo meira svo stressleikur líka. Já, flott markað með Berglind. Já, það er leikmaður númer 3 með sitt fjórða markið hennar í dag. Berglind Benediktsdóttir. Já, nú er að koma stemning í þetta sko. Nú er ég hættur að randlega þreyttur og hættur að finna fyrir vöðvabólgunni og þá get ég fara að öskra nöfnin svolítið og mikrofónin er að taka við sér. Þetta er stemningin, 23-21, 12 mínútur búin að síðar á leik, 80 mínútur eftir. Berglind kom með 4 mörk hérna, Díana með 11, eins og eðlilegt og það er. Og kom með, 9 hálfleik, 10 hálfleik. Fótur, þetta lítur nú bara fótur. Já, mér sýndist það. Hann ákveður að dæma alls ekki. Fótur í leik, eins og ykkur sagði. Nei. Alltaf ágætiskending, víti leik. Já, dómarinn finnst ekki gaman að heyra þetta. Nei, þetta er líklega þreytt, ég tek þetta allt oft þegar ég að þjálfa, þetta er ljótt. Já, þetta er fríkast, velgert að Díana, Fanny, segi ég. Díana er í horninu, hann í vörninni. Það eru svolítið lengi hérna. Já. Já, höndu komin. Höndin er uppi, þannig að það er bara uppstilt hérna sóknaratriði. Já, hún skorar. Og með sitt annað mark Annað markið hennar í dag. Herru, 23-22, 13 mínútur búnar. Æsi spennandi. Já, þetta er bara æsi spennandi, það er nú bara þannig. Og þetta er að gerast hérna báða bóa í báðar áttir, alltaf frétta. Já, Berglind. Allt og lung þögn þarna. Já, ég var eitthvað svona að hugsa aðeins. Ég líka. Við verðum að passa okkur að hugsa ekki á sama tíma. Já. Flott markað með tennu. Númer 19 með sitt annað mark hérna í dag. Tinna Laxdal Gautadóttir. Já, nú er lag, eins og ykkur sagði. Dauðafæri. Lýðalag, nú er lag, Eurovision lag og það er 24-22. Tinna Laxdal, vinkonum mín Gautadóttir, kom með 2 mörk hérna. Frábær innkoma hjá henni og gaman að fá hann í félagið. Já, það sálsög. Engin nokkur spurning. Alltaf gaman að fá. En þetta er lína, já. Hún er óheppin, já, þetta er þriðja skipti sem hún fær dönda sér línu hana. Hún er greinilega að skapa sér fær alltaf og á milli 1 og 2 hérna. Já, gera það vel. Kannski er þetta bara parkettið eða eitthvað sko. Getur verið, en þarna var dansskólum daginn á Palla á Þorvaldsbrotinu. Og það var þarna flott markað hjá Andru. Þetta er bara fyrst annað mark hennar. Annað mark, Andra Björk Harðardóttir. Þannig að þetta er það sem gerist þegar maður nær frákostum. Það er nú bara svoleiðis og nú var að vera sitt 5. skotana Kolbrún Ósk Svansdóttir en já, við hirtum bara frákosti Andra Björk vel gert hjá henni. Nú eru viðkonir í 3 marka fórstu 25-22. Já, Ylva þarna, klassi. Það mætti segja sér skamt stóra högg á milli. Það er nú bara svoleiðis skjótt skipast veður. Já. Og allt það Havertask. Það er orð sem ég skil ekki. Það skilur það enginn. Nei. Það er sem segja hérna hvað heitir það setningin? Þá eru okkur ekkert að vanbúnaði, það er mjög skrítið. En allavega, Jæja, Diljá heppina, Diljá henni teig hérna en Díana sem brýtur henni. Díana teig på olbónum og mittist daginn. En þetta var vel gert. Jæja, og Tinna Laxdal Gautadóttir og hann er að keyra henni upp, já. Finnur hann Ylvu með sér, Ylva fyrir aftur í hot. Já, það er stemning með okkar stelpur núna. 4 mörk. Já, það er nú bara þannig. Það verður tímamót. Já, við fögnum því. Skál fyrir þér, Bergur minn. Já, skál sömuleiðis. Frikki Dór, söng þetta svo vel. Þetta er ég vitað ekki. Nákvæmlega, okkar maður. Frikki D. Herru, jæja, Berglind á miðunni, Tinna í vinstri skyttu, Ylva í horninu, vinstra. Ert þú meiri Frikki Dór heldur en Jón Jónsson? Nei, þetta er erfið spurning. Ég var í Sofa hjá giftast drepa, ég ætti mjög erfitt með þetta. Það er náttúrulega bara 2, þú vantar 3. Já, við myndum finna bara 3 mannin. Steindi Junior eða eitthvað? Já, ég tengi svona mikið neitt, þannig að hitt var erfiðara. Já, mann þarf eitthvað 3. Kjánulegt. Nei. Þetta var mjög kjánulegt, þetta var klaufalegt hjá okkur. Það var búið að taka fríkastið. Það var sem svo í yngri flokkunum þegar það er alltaf að línum að taka fríkastið. Jæja. Já, fólk heldur það. Það leikmann númer 2 með sitt 4. mark, Ingibjörg Jóhannesdóttir.
Þarna kom smá diskó. Ég hef nú alveg gert þetta sjálfur, svona. Já, leiklega. Bolta svona. 25-23. Þá getur við loksins fara að tala um það sem skiptir máli. Jón Jónsson og Friðrik Dór. Já, leiklegin fyrir það. Eigum við að taka hérna eitt svo hjá giftast drepa eða? Ég til. Já, Friðrik Dór, Jón Jónsson og Rikki G. Á hér að svara sig. Þú svarar og svo skal ég svara. Það er góð spurning. Ég myndi giftast Jón Jónssoni, því hann er með tekjurnar. Og ég myndi drepa Frikka G. Rikka G. Já. Og myndir eiga auðnarslega stund með Friðrik Dór. Aðeins meiri stund held ég. Já, ég hugsa, ég sé að taka sama val. Ég held að þetta sé bara rétta valið. Já, þetta er rétta valið. Jón Jónsson er svona eigulegur, hann er með svona þægilegt að vera með hann alltaf fyndinn og hress og svona. Ég kem heim af æfingu og verið pönnukökkur. Já, einmitt. Hann er mikið í vöflunum held ég. Já, vöflur. Hann er meiri vöflumæður heldur pönnukökkumæður. Ég ætla ekki að segjast við það, en... Ég dæmi ekki, það er bara svo leiðis. Ég vil ekki vera kvótaður þannig. Nei, ég dæmi ekki neitt. Dæmir ekki pönnukökkur og vöflur, það er bara, já. Heyri, hérna, 25-3. Leiklið sem Andris tók er liðið og Ólöf Ásta er komin í vinstiskiptuna. Og annars er óbreytt lið frá því áðan hjá okkur. 25-3, 16-21 á klukkunni. Það eru 13:39 eftir. Fjölnir getur komist í 3 mörk aftur. Já, það er nú bara svoleiðis. Nei. Ólöf, blokkaring líklega, eða ekki? Já, jú. Sóknarbrót allavega. Ég mista alveg að þessu. Mér sýndist það. Já, vel, Andri er að hanga þarna í henni. Var hann ekki farið? Jú. Þeir væla eins og þeir hafi séð þetta betur þarna á bekknum. Já, hann sér örugglega engin betur en dómarinn hana. Nei. Hann stóð svona halva metri frá þessu. Og Berglind. Það brot á henni. Það er enna núna málið ef við náum 2 kannski mörkum viðbót og við verðum 4 mörkum við, þá byrjar alvöru pyrringur hjá Mósvellingum. Þá gætu siltis í 5+. Já, Guttabekk og Andi Brjálæðir og eitthvað. Kemur. Þetta var hérna... Það leit ágætt út. Já, þetta var rétt skot sko. Þetta var bara, bófinn. Þetta gerist, maður getur ekki hitt alltaf. Já, hún skilur boltan eftir. Bakka. Þetta var góð kynding. Smá flip. Já, það var Þóra María þarna á miðinni í smá stúsi. Það eru góðar þessar afturlendingar, minnst það svona, það eru með góðar hreyfingar allan, góðar maður og mann. Þessi nr. 2 hérna, Ingibjörg Jóhannesdóttir. Hún er nokkuð öflug. Nú sér að Telma Rudd er á línunni, þetta sem við vorum að ræða. Já. Hún var kannski ekki að leysa inn. Nei, hún var að leysa inn í fyrst. Já, það var. Já, með sitt 7. varðarskot, nr. 1, Guðrún Gía Aradóttir. Þetta er skemmtilegt, þetta er svona... Þetta er ekki að... Ægilegt að fá svona vörslu. Já, klálega. 25-3, 18 mínútur búnar, 12 eftir. Afturöldingar hluti stúkuna komin í gang. Já, það er bara þannig. Új. Úff. Skref, segir Andres. Getur ekki alveg verið sammálaði. Ingibjörg Jóhannesdóttir. Þetta er komin í 1. Óþægilegt. Já, 25-24, 18,5 mínútur. Þetta er bara fljótt að gera skjótskipast. Djöðlarsson Berglind fljóð tilbaka, sástu? Já. Hún náði henni. Já, vel gert. Það er bara þurfti eitthvað aðra Berglind. Það var náttúrulega dugnaðurinn hjá Ingibjörgu að hlaupa hana sem ég halla svona að því eins og það núna verði jafnvel maður leiksins fyrir hönd Mósvellinga. Hún kom með 5 mörk og búin að vera mjög dugleg. Gurrit. Og Ólöf Ásta. Ég sérðu Heklu Daðadóttir. Já, hún bara öskraði þarna á hana. Ólöf Ásta bara 16 ára stelpa sem vinnur í huppu. Hekla Daðadóttir var annarkvæmt í Ástarfleginu eða Íslenska Bachelornum. Þetta er vítakast. Þetta er víti. Já, og 2 minna brottisur, við erum að fíla þetta. Ég veit nú ekki hvort ég sé sammálaði en maður tekur það sem hann er gefið. Já, við spilum bara því sem við fáum, sko. Hver þetta var sem Viktor? Nei, ég sá það ekki alveg. Ég verði að veikina. Það voru margar sem að labba inn átt á bekknum. 11. Já, hugsanlega. Já, alltaf sagt töflunni. Það er nú verið fínt að fá marka þarna. 12 með sitt 7. varðarskot, Kolbrún Ósk Svansdóttir. Var þetta varðið, sástu það? Varði, framhjá, varði, já, klárt. Kolla fær stunningu stúkunni, já, vantar svona stemningu á okkur. Gía. Jæja, vonum að hún fá það næst bara. Þetta er svona sveit og stemning, er fílað. Afturölding er náttúrulega aðeins sveit og borgamörk. Já, þetta er Mósvells sveit. Já, klárt. Það er alltaf sagt.
Ég meina það eru hestar þarna og eitthvað. Já, já. Herru, við þurfum að nýta okkur þennan liðsmun. Við erum einum fleiri í 1 mínútu og 20 sekúndur viðbót. Já, þetta er frábæri. Já. Vel varið þarna. Númer 1, Guðrún Gía Aradóttir. Já, Gía er að eiga flottan leik hérna. Þetta er gullsíkildi. Já, þetta er bara svoleiðis. Já, hún og Díana búin að eiga flottan leik. Guðrún Jenny búin að eiga góða leik. Berglind búin að eiga fína leik. Já. Andrea búin að eiga fína leik. Þetta verður sannkallað Sophie's Choice hérna eftir. Já, þetta er hérna. Það getur allt gerst í þessu. Já, já. Já. Klass. Og það er númer 30 með sitt fyrsta mark, Ylva Dögg. Fyrsta mark hennar í dag. Já, þetta er stemningin, 26-24. Þetta er ekki á snemma. Nei, einmitt. Ég er auðvelt að dæma þetta, sko. Já, ég er hlindur þessu. Ég held hún væri ekki að ná boltan á manni. Þetta er klárlega rétt að leiðinni, þetta boltin áverleik. Einmitt, ég er hrifinn af svona floti. Rúmlega 9 mínútur eftir, 26-24. Þetta er Bergur, þetta er langskemmtilegasti leikur tímabilsins. Já, það er bara svoleiðis. Já, ég er ekki búin að sjá alla leikina, sjá mjög marga. Flesta held ég og hérna. Þú þarf að færa. Nei. Nú, ég er að segja, sérðu pinningin, ég er að segja það aðan. Hvað er spjaldið? Nú er það það er búið ekki að spjalda bekkinn. Ekki Nei, það var í okkur, sorry. Hvað sagði Andris til að fá spjalda bekkinn? Ég veit það ekki, hann var ósáttur með einhvern veginn dóm hana, ég man ekki hvað sagði. Þeir eru búin að ósáttur með dóm. Já, ég er búin að ósáttur með marga dóma hérna. Laumast maðurinn inn á. Herru, þetta er hún Birgisdóttir, Dagný. Hún ætlar ekki að fá krediti hjá mér. Jæja, skiptaðu markmann og stoppa tíman, ég veit ekki alveg hvað það er. Það máli skipta markmann á þessu stoppa tíma held ég. Já. Það hefur ótt verið gert. Ja? Ég sé það. Það skiptir ekki máli, ég ætla að reyna á Karin aftur, hún ætlar að verja þetta. Við vinstri fættir núna. Nei, hægri. Nei, vinstri. Nei. Jæja. Og það er leikmaður númer 9 með sitt 9. mark, Hekla Ingunn Daðadóttir. Já, 26-25 er staðan, 21:30 á klukkunni og já, það er bara hörkufín stemningin í húsinu. Já, fólk er látið segja, nýj, þetta er skref, sástu þetta? Mér sýndist þetta bara að vera löglegt. Tók bara 6 skref eitthvað um boltan. Það var rosalega mörg skref. Þetta var vel gert þarna á tinnu, Lagstall. Ég held að hún hafi farið í boltan. Já, ég veit ekki. Ég sá ekki alveg þetta var rétt hérna, þetta var bara góð, Já. en mér finnst hún hlaupa svo lengi með boltan hérna fyrst. Jæja. 22 á klukkunni, 8 mínútur eftir, einsmarksmunur, Fjölnir einu yfir í þessum hörku spennandi leik hér. Ég bara heyri ekki svona um að hugsa. Nei, þetta er fín stemning hérna. Fjölnir. Já, nú er það að fá gott mark. Og Berglind! Já, öll jafngóð. Berglind skora. Já, þetta er 5. mark, Fimmta markið hennar. Berglind Benediktsdóttir. Þetta kom í 2 mörk. Já, 27-25, þetta er, já, við verðum að halda þessu, við verðum að fá eitt stopp, komast í 3 mörk og halda þessu þar. Þetta er alltaf mikið upp og niður og maður verður bara stressað. Þetta má ekki vera of spennandi. Nei, ég er sammála því, spennandi en alls ekki of. Já, maður fer að svitna og svona. Já, algjörlega. Já. Flott verð þarna, náðu höndinni. Já. Og Hekla hérna vinstra megin, Þóra á miðinni og Ingibjörg í hægri. Þetta var, ok, svo boltið var svo langt frá en það var brot sko. Fínt bara að slaka á núna, 7 mínútur eftir. Hekla Daðadóttir er brjáluð hérna. Hún er að... Þú sást hann í hálfleik? Nei, tók hún kast eða? Já, það var svona fyndið. Það var ekkert kast. Já, ok. Það var fyndið. Ég sá það ekki. Það var fyrkla mynd, þannig að fólk getur farið spólað eftir. Fór hún í dómarna? Nei, nú var að ræða eitthvað við þá Sigurgeirssyni. Já, og Tinna. Já, Berglind. Það er brot. Heyrðu, 23,5 var 6,5 mínútur eftir. Ég var til í að hafa bara 20 mínútur eftir þessu leika, svo gaman hérna. En hann er undan liðið líka hratt að því það er mjög skemmtilegt. Þetta er hörkuleikur, Berglind. Já, reyna að finna Díana hana, nei, Diljó segi ég. Stutt í höndina. Ánægð með Diljó sem er að spila lengi inn í hóttinu. Hann á það skilið. Já. Höndin komin upp. Já, höndin uppi, við þurfum að fara í skot. 6 mínútur eftir. Já, og hann stillu fyrir Díanu, ég held að skori. Setur upp í fjær hóttnið. Já, það var eða. Vel varið. Og það er númer 12 með sitt 8. varaskot, Kolbrún Ósk Svansdóttir. Já, 27-25, 6 að fá bolta bara yfir hérna. Já. Tinnu, það var bara alveg búið þetta.
Leikmaður númer 28 með sitt 4. mark, Thelma Rut Frímannsdóttir. 4. marki hennar og 1. marki í eitthvað tíma. Já, 1. marki bara síðan á uppáhaldsmyndunum, skoraði hann að 3 á fyrstu 7-6 myndunum. Skoraði bara fyrstu 3 af 5 Já, eitthvað svoleiðis, bara í byrjun og svo bara ekki söguna meir. Og síðan ekki söguna meir. Heyrðu, 24:40 á klukkunni. Á síðara hálfleik. Nei, það hættur að syngja. Það fannst ekki gott, bara svona aðeins tóndæmi. Síðan ekki söguna meir. Við viljum ekki að YouTube fara hérna. Nei. Taka okkur pening. Frikast, já. Herru, 25 að detti klukkuna, 27-26, þetta er æsispennandi. 5 mínútur eftir 1 mark á milli, þetta er bara... Já, og Guðrún Jenny kom náttúrulega á línu, Andrea Björk Harðar búin að standa sig mjög vel saman. Þetta er miklu meira spennandi en úrslitaleikurinn í EM. Algjörlega. Já, Guðrún Jenny kemur inn út, já, og Díana. Og það er varið. Ekki dæmt, nú þarf bara að standa upp á bakka. Leikmaður númer 12 með sitt 9. varaskot, Kolbrún Ósk Svansdóttir. Hún er búin að vera Þetta var fríkast held ég svona í venjulegum kringumstæðum. Hvað er hún búin að verja? Hún er búin að verja 9. Í seinnaleg. Já. Hún kom náttúrulega inn á í seinnaleg. Þannig að hún er búin að verja mig vel. Hún kemur svo sem til greina jafnvel sem maðurleiksins líka. Já, Þannig lagað. Ég myndi að segja að hún heklaði það tvisturinn Ingibjörg. Já, hún er Ingibjörg. Það er svona kallmatt. Þannig að þú kannski mátt taka frumkvæði með það ef þú dettur eitthvað. Þetta er rétt. Vel varið samt, það hefur verið geggjað. Hún fór hann í split eða spíkat eða hvað þetta heitir. En þetta var víti. En Hekla er búin að skora öllum vítunum. Hún ætlar að vera í markið, þetta er varið. Já, þetta er varið, þetta hlýtur að varið. Vinstri höndin. Hægri fótur. Vinstri höndin. Já, alltaf, ég ætla réttum einn. Akkur þú ekki í markið? Og með sér 10. mark, númer 9, Hekla Ingunn Daðadóttir. Jæja, það er lítið eftir, við skulum styðja stelpurnar áfram. Kom svo Fjölnir. Má þetta? Nei, það má alls ekki. Ég veit ekki hvort sé eftir þess maður. Ég er bara, fyrst getur sem ég sagði þetta. Ég veit að sama hvort sé eftir þess maður ekki. Kristján Gaukur að minnast á þetta. Já, klálega. Ég varð að góð smá stemningu. Ég varð bara, þetta var svona moment. Já, það er Það er alltaf að segja, já, láttu ykkur heyra. Það segir enginn eitt, sko. 3,5 eftir. Já, nú er smá stemning. Beggja megin. Fínasti fjöldi í stúkunni. Það er smá stress í mannskapnum. Díana hefur ekki verið góð í því síðarleik, hún sé komið með 11 mörk. Hún skoraði 10 fyrir. Ég veit ekki hvað, finnst hún vera maður leiksins eða eru að fara að skoða Guðrúnu Jenny eða... Ég held að sé mögulega Gíja. Já. Það er svona mitt val, mitt mat. Já, þú ert á því. Hún er búin að eiga kannski svona moment. Já, það er ennþá 3 mínútur eftir. Sem er kveikt í okkur, ég menna... Og inn. Já, vel hún, Díana Lagsdal. Og það er númer 19 með sitt 3. mark, Tinna Lagsdal Gautadóttir. Það er jafnvel hún. Mjög samfærandi í dag. Búin að bakka vel í vörn og almennt spila vörnina vel. Já, er það ekki? Jú, Er ekki eitthvað að veita henni velun eða? Jú. Peppa hana svolítið inn í nýtt félag. Hérna er pizza. Já, það er eitthvað, kannski borða hann ekki pizza, hún sé góð formi, ég veit það ekki. Já, ég meina það er alltaf að gera eitthvað af pizza. En hugsaðu, það eru 2,5 mínútur eftir, hvað finnst þér gestalið? Kolbrún. Já, það er svoleiðis. Annarkvort Kolbrún Ingibjörg eins og þú ert búin að segja. Ok. Þannig að ég held að... En við erum... Númer 1, Guðrún Gíja Aradóttir. Já. Ég held að sé Guðrún Gíja. Þetta er bara stökk og Við getum ekki litið fram í henni. Nefnum að það gerist eitthvað svakar. Já, þetta ef við vinnum leikinn, hún er ekkert með mörg vanið skot, með 9 vanið skot, en hún er búin að gera á crucial momentum. Nefnum að kannski að sé rautt spjald fyrir kjafti eða eitthvað. Já, en ég held að hún eigi það skilið. Hún borðar endur ekki pítsu sko, en hún getur alltaf gefið einhverjum pítsuna. Já, hún getur kannski þá gefið... Já, ég held að það sé alveg vel til fundið. Þetta var olbóskotana. Þetta verða að stoppa því hún fór með olbón hana framan í hana. Ég sá það. Væntanlega óvart reyndar. Heldur þú það? Nei, já. Já, ég vona það. Ég held að. Bara svo að því sé haldið til haga þá er Lúti á 5-1 hérna að taka upp loka myndnar. Við erum hugsalega að heyrist hugsalega í okkur þar eitthvað. Þetta er rosalega. Ef við fögnum nóg, ef við lýsum þannig. Já, hann er búinn að hlusta á þetta dóminóspjallið okkar. Ef við tökum lekkveð þá... Það er bara svo leiðis. Þá áttur að heyrast í okkur. Já. Það var ekki amalegt. Og Berglind. Nú vantar mark. Já, við verðum að... Já, er ég. Bara réttu megin, við verðum okkar mark hérna. Þetta var þið? Já, þetta var þið. Og það er leikmann nr. 12 með sitt 10. varaskot, Kolbrún Ósk Svansdóttir. Það voru markmannir báðir með 10 og 9 skot og ég held að þessi bara verður mennleiksins. Samankanni ferð, það er 28-27 Bergur, það er rúm mínútu eftir. Já, ég er bara spenntur, ég get sagt þér það. Ég er bara,
spenntur og stressaður. Flottu vörð þarna. 55 sekúndur eftir og það er hlaupan og í boltan ekkert stoppað tíminn. Við verðum að fá eitt stopp hérna. Eitt stopp á vinnum við leikinn. Það er nú bara þannig. Já. Og svo Hekla. Það er 40 sekúndur. Þetta er mikið pláss þarna, allt og mikið pláss. Já. Númer 1, Guðrún Gía Aradóttir. Þá held ég að maður leiksins Hún er bara klár hana leik hérna. Hún átt og svo sannlega skilja markmenninni báðir með 10 valin skot. Það eru mennleiksins. Hún fór út af. Það eru 20 sekúndur eftir Bergur. Sástu það? 20 sekúndur eftir. Ég var að minnast á það. Hvað segirðu? Hún fór út af með boltan, þetta var innkast. Já, það er mitt. Við þurfum ekki að ræða. Sækja, það verður að sækja markið. Það er tekið leiklið, þetta er klókt leiklið. Andrés er eldri en 2 vetur í þessu sem maður segir. Þetta er ekki fyrsti leikurinn hans. Davíð Svansson er bara jálaður. Já, hann er sódýllur hérna og Hekla Daða lætur hann heyra það. Jæja, heyrðu, það er 28, 27, 45 sekúndur eftir af þessu leiklið og það eru 12 sekúndur eftir af leiknum. Já, ég hef sjaldan verið að spenntur og stressaður og æstur á æfinni. Nú þurfa þær að fara hérna á kantana, við erum að fá boltan út í hopp. Ég held að bara spila breytt. Ég er að segja, við erum að spila og sækja á. Ég er að segja það og ég minn í vestandi ef við töfum boltanum hann út í hopni, þá er allan ekki að fá okkur keislu í bakið. Svo er það sjálfsögðu tökum Gí út að fáum vesti, djók. Nei, ég var að grínast. Ef við fáum viti þá endilega bakka, ekki hafa alla það í frákastinu. Ísland gerði nú þetta móti í mann ekki eitthvað, Ungverjalandi eða eitthvað. Ég held að við skorum sigurmarkina. Við skorum mark núna, það sé ekki við 3 sekúndur fyrir leikslokk. Spá mín, 29-27. Tinna Laxdal. Já, þetta er hérna sama spá ég set hérna. Ég set líka 29-27. Ég spái því að boltinn kom á Karin Þorsteinsdóttir. Þú heldur að fyrirliðin farin? Já, ég ætla bara að tippa það. Farin á demantinum og hamrar hann býr skeiðinni fjær. Ef það kemur hótnaskot þá verður það eiginlega að vera fjæst sko. Þannig að ef það fyrir framhjá þá fer boltinn alltaf lengri í burt. Díana og hvað gerir þetta klauvalegt. Klauvalegt! Bakka. Þau brjóta. Já. Þetta er eitthvað rautt spjald jável, þetta er brota. Æ, hún lætur leggst þarna. Tinna tekur á sig rautt spjald held ég. Tinna er að taka á sig rautt spjald síns mér. Ég vil sjá þetta aftur. Hún er að brjóta og loka sekundum, ég held að það sé rautt spjald. Ég þoli ekki svona dóma. Þetta er hérna fyrir aftan miðju. Já, það er rautt spjald. Þetta er hárrétt. Fríkast og búið. Já, þetta er bara, já, það er eins gott að standa þetta. Og ég held að segja að ef Gía fær markast núna þá ætti ég að taka af henni titilinn maður leiksins. Þetta var ekki það grimmur. Þá verður það bara, það getur nú ekki verið, getum ekki verið rauðspjald í maður leiksins. Má það? Við erum náttúrulega að fara að gefa Gíu mannleiksins. En hvað er það skorar? Hvað er það skorar? Guðrún Jenny, því að pappinnar Guðrún Jenny fíla mig. Já, reyndar hún. Nei, Gía fær ekki mark á sig. En Hekla lét sig hana eins og einhverju kýldan í andlitið. En hún fór náttúrulega, þetta hörku brot. Varð að stoppa. Já, heyrðu, það er mikið reikistefna hér. Leikurinn er búinn að bara fríkast eftir. Já, við veitum ekkert hvað er mikið eftir hér. Tekið leiklið. Ég veit ekki, er ekki tími búinn? Jú, ég heyri nú að ég held að tímið er búinn. Endursýninga þessu síðan þegar leikurinn er búinn. 3 sekúndur eftir segir eitthvað, Hjalti á kamerunni segir 3 sekúndur. Já, ég veit ekki. Við getum verið að sjá endursýningu. Já. Þeir sem eru að horfa heima. Þetta, já, við erum bara hérna í ruglinu. Ég er að horfa á brotið. Ef það er 3 sekúndur að geta er hugsanlega, sko, þetta er sending skot. Já, ef þeir eru með... Þetta var ekki gróft brot, ég var að horfa á endursýninguna. Nei, það skiptir ekki maður, brot og loka sekúndum. Nei, þetta var... Er alltaf rautt spjald í svona horfa á þetta aftur. Já. Horfa á þetta aftur. Já. Þetta er alltaf rautt spjald, þetta var hárréttur dómar ekki og rautt spjald, þetta gátt ekkert annað gert. Það er nú bara þannig. Ég mælum að horfa á þetta aftur með pop. En enga síður, það eru, já þeir segja 3 sekúndur eftir. Og ég bara get vart beðið eftir að sjá tíman á klukkununa. Já, sko klukkan leiði, ég veit ekki hvað þetta að gera, það er að tellja upp á 3. Nei, það er hægt að breyta þið sko. Já, ok, það eru 3 sekúndur eftir. Jæja, þetta er rosalega spenna hér. Þetta er sending og skot. Úff, ég ætla nú bara að fá að vera stressaður, ágættir áhorfendur og hlustendur Fjölnir TV. Staðan er 28-27, 3 sekúndur eftir, við megum ekki missa þetta í jafntefli. Þetta er sending og skot. Nei! Fríkast, að fríkast eftir, að fríkast. Hvað, 5 sekúndur? Að bara fríkast eftir. Sérðu klukkuna? Að bara fríkast eftir, tímið er náttúrulega löngu búinn.
Hún taldi niður. Tímið var löngu búinn. Hún hefði þá, nei, Þetta voru okkar 60 sekúndur held ég. Já. Það er bara fríkast eftir því leikun ætti að vera búinn, en já. Andris er Sjá hvað þið gera. Tíminn ætti að vera liðinn, en þeir ætla að leifa fríkasti. Hvað ætla að gera? Tíminn er löngu búinn. Maður heyrir hérna úr stúkunni. Þetta byrjaði í 48 ekki tíminn. Nei, byrjaði, Er það ekki? Ég held að við byrjaði í 50. Tók alltaf, þetta voru ekki 3 sekúndur, Bergur. Þú ert nú góður í starffræði. Klukkan er bara getað að fara að synda stað. Hvað er það? 1 sekúnd eftir? Þannig að það er bara skot. Það er bara skot. Það er bara skot. Það er skot á búið. Nei, heyrðu, þau still upp í. Hvað er að gerast hérna? Það veit enginn hvað er að gerast. Hvernig var að fá smá skilabóð frá dómaranum? Hvað er mikið eftir? Ég veit það ekki. 1 sekúnda segir Hekla Daða, við trúum henni. Ég veit ekki hvort 1 Við trúum henni bara. Bergur, ég hef aldrei svona stressað á æfinni. Ég veit ekki það okkur, en ég er stressaður. Hvað er hann að gera? Tíminn er búinn. Já, nú ætlar að skjóta. Já. Má það samt, já. Ég menn hún driplaði. Það er einu sem ég sá. Ég veit ekkert hvað er að gerast hérna. Verið þéttar. Koma. Og hvað gerist? Já, það er búinn! Já, Ígor Dókarsson þakkar fyrir sig þetta tilkynna þennan mennleiksins. Ég þakka líka fyrir mig Bergur Snorrason. Já, ég þakkum mótsendingum kærlega fyrir leikinn og minnum leið á leikinn á morgun 19:30 Fjölnir Grótta í áttalúrslitum bikars karla. Mennleiksins sem ætla að taka við viðurkenningu út á velli eftir leik eru í liði gestanna nr. 12 með 10 varin skot. Kolbrún Ósk Svansdóttir kemur í gott klapp og í liði heimamanna sem átti nokkur mögnum moment nr. 1 Guðrún Gía Arnardóttir. Bless.